örugglega upp í svona 100 metra háir gosstrókar, eitthvað slíkt. Svo eru 2 hrauntungur sem að leka frá gosstöðunum, önnur til vesturs og hin til suðurs, ekkert. Og þær voru örugglega alltaf 2 kílómetrar, svona 1,5 kannski, til 2. Já. Það má kannski segja hrauntungarnar, þær hafa náð ákveðinni lengd og niður í Geldingadali, þetta á hrygg sem á milli í rauninni Meradala og Geldingadala og síðan byrjast hraunið bara að bunkast upp, þannig að meðan við vorum hérna í loftinu þá var framrásin ekki mikil og þetta eins og við höfum áður talað að þetta sennilega bara svona heppilegasta staðnum þarna á Reykjanesskaganum til að fá svona eldgos. Nú velta væntanlega margir fyrir sér einhver þeir sem búa þarna á svæðinu, þetta uppáfið af einhverju, þetta endurinn á einhverju og á ég að forða mér héðan? Björn, hvað á fólk að gera? Einhver ástæða til að ætla að þetta verði mannskætt eða óþægilegt það sem þetta búið í byggð? Já, ekki eins og þetta núna og við virðumst hafa tímann fyrir okkur rauninni til þess að meta aðstæður og þetta er atburður sem búið að ganga yfir í meira en ár síðan við lýstum yfir óvissustigi á Grindavík vegna þenslu við Þorbjörn og þetta kannski hermir við að við sem að ganga inn í eitthvað tímabil á Reykjanesskaganum með aukinni jarðskjálftavirkni og hugsanlega eldvirkni. Þannig að í rauninni fólk á ekkert að rasa neinu, þetta bara að taka það rólega og svo metum við aðstæður og ef við teljum einhverja vá vera eða hættu þá sendum við það út. Kristín, eitthvað hægt að segja til hvort að þetta upphafið á einhverjum nýjum kafla, þetta endalokinu þessari hreinu sem við verið að fylgjast með í ár? Hvar erum við stödd í þessu ferli? Það er náttúrulega ómögulegt að segja, við bara hreinlega vitum það ekki. En ég ætla kannski að bæta við þetta sem Björn að segja að það kemur gas með svona gosi og þetta gas það fer í andrúmsloftið og það dreifist með vindum. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að fylgjast með núna næstu daga og ekki bara við og Veðurstofunni heldur þarf almenningur líka að fylgjast með því og sérstaklega almenningur sem býr á suðvesturhorni landsins. Að það mun örugglega koma gasdreifingarspár frá Veðurstofu Íslands og það verður kynnt bara með veðurfréttum. Ég veit að það er kannski ekki ykkar sérsvið en hvaða gas erum við að tala og hvernig gæti fólk fundið fyrir því ef það bara úti að fara í búðina eða hvað sem það kann að vera að gera? Það er fyrst og fremst SO2, brennisteins tvíildi eða díoxíð og þetta er sama gas og kom upp í Holuhrauni. Þannig að þetta er svona svipuð mengun sem við erum að búast við. Erum við að tala það astmaveiki sem finnur fyrir þessu, finnur fólk lykt, þetta einhver áhrif þar? Hversu miklar áhyggjur þarf fólk kannski að hafa? Það er náttúrulega unnið mikið með þetta í kringum Holuhraun og sóttvarnalæknir hefur þetta með höndum, Umhverfisstofnun mælir mengunina og ég veit að mælanetti var elt í rauninni á síðustu vikum til þess að geta mælt á rauninni gildin eða hvað er hættulegt, hvað er ekki hættulegt og það eru aðgengilegar leiðbenningar á netinu með þessum gildum og hvernig skal bregðast við því. Einmitt á vefsíðu almannavarnir.is og líka á einhverju leyti á síðu Veðurstofunnar veður.is og það er kannski óvillist fyrir þá sem eru í Þorlákshöfn, Hveragerði, Vestmannaeyjum og á Reykjanesskaganum að kynna sér þessar leiðbeiningar. Ef að þið ættuð að bera þetta saman með eitthvað annað gos sem að fólk á miðjum aldri mann eftir, er þetta Katla, er þetta Hekla, er þetta Holuhraun, hvort er þetta? Ég myndi segja Fimmvörðuháls í rauninni. Þetta svipar til þess helst. Holuhraun var náttúrulega, endaði miklu stærra, við vitum ekki í hverju þetta endar. En ég myndi að segja þetta svipi helst til Fimmvörðuháls hvað varðar byggjastrókavirkni og síðan hraunflæði frá þessu. Þetta er ekki, já við vissum það svo sem að þetta er kannski ekki það sem við sáum hér 2011 með röskunum á flugumferð og öðru en hver er svona tilfinning ykkar að spá framvinduna næstu klukkustundir eða daga? Er þetta hægt að segja til með svona á þess að vera bara að geta út í bláinn? Með þessi þekktu gos á Reykjanesskaganum og við erum átt að gráði að það eru 800 á